Nú ætlum við aðeins að skoða yfirborðsflatarmál og rúmmál, annars vegar píramída og hins vegar keilu. Yfirborðsflatarmál keilu er pínlítið snúið fyrirbæri, því að ef ég tek það sem er ofan á henni og klippi það svona í sundur og fletti það út, þá lítur það einhvern veginn svona út. En þetta horn, keilan getur verið misbrött, þannig að þetta horn er misstórt. Og þetta er þetta horn sem við kallum vaff. R er geislinn í grunnfletinum og S er hliðarlengdin á geislinn á hringnum sem að hringgeirinn hérna er fengin úr. Þetta er alveg heill hringur og þetta er geislinn á þeim hring. Það er til formúla, hún er svolítið löng. Upsilon er jafnt hornið vaff deilt með 360, það er að segja hvað er ég með stóran hluta af þessum stóra hring hérna, sinnum geislinn á þeim hring í öðru veldi sinnum pi. Síðan þarf ég, og þannig er ég komin með, þetta er í raun flatarmálið á öllum þessum stóra hringmuniði, en ég er bara með ákveðið hlutfall af honum, þannig að það er þetta. Svo ég eftir botnhringinn, grunnflötin á keilunni sjálfri, og ég þarf að bæta því við pluss r í öðru sinnum pi. Og nú þarf ég bara að setja þessar tölur inn sem eru á myndinni hjá mér. Upsilon er jafnt og 190 deilt með 360, 190 af því að það er gefið að hornið er 190, sinnum 5 í öðru sinnum 3,14 pluss 2 í öðru sinnum 3,14. Út úr þessu kemur 53,99 sem það bil 54 fercentimetrar. Hérna er lykilatriði átt að sjá því hvaða stærð er hvað og setja þetta rétt inn í formúluna. Þegar við að reikna rúmmál keilu, þá er líka til formúla fyrir það. Hún er ekki eins löng. Rúmmál keilu er 1/3 sinnum pi sinnum geislinn í öðru veldi sinnum hæðin. Þetta er í raun og veru eins og við séum með sívalning, nema keilan er 1/3 af honum. Þess vegna er þetta 1/3 á undan. Og í þessu dæmi er geislinn er 5 og hæðin er 7 og þá ger ég bara rúmmálið er jafnt og 1/3 sinnum 3,14 sinnum 5 í öðru veldi sinnum 7 og út úr þessu kemur það bil 183 rúmmillimetrar. Þetta er rúmmálmuniði. Aftur átt að sjá því hvaða stærð er hvað og setja það rétt inn í formúluna. Þegar við förum að reikna yfirborðsflatarmál píramída, þá þurfum við átt okkur á því að píramídin er grunnflötur sem er ferningur, en svo eru 4 þríhyrningar hérna utan á og svo þurfum við brettum þetta allt upp og þá lokast þetta og myndar þennan píramída. Grunnflöturinn hér er 4×4. En þegar við ætlum að reikna flatarmálið á þessum 4 hérna, þá dugar okkur svo sem bara að mæla 1 og þið sjáu það, þetta er ekki hæðin á píramídanum, þetta er hæðin í þessum þríhyrningi, skálínan hér, hornrétt á grunnlínuna í þessum þríhyrningi. Þannig að flatarmálið á einum svona þríhyrningi er bara 3×4 deilt með 2, sem gefur okkur 6. Þannig að við erum með 16 hérna, ég krassa bara yfir þetta hérna, og þessir hérna eru 6 allir, svo þarf ég bara að leggja þetta allt saman. 6×4 eru 24 pluss 16, yfirborðsflatarmálið á þessu allu saman eru 40 fercentimetrar. Greina hverja hlið fyrir sig og leggja þar svo allar saman. Það er það sem yfirborðsflatarmál gengur út á, breytir ekki öllu máli hvaða form við erum með. Og þá er það síðasta,
það er rúmmál píramída í þessu. Rúmmál píramída er 1/3 sinnum grunnlínan sinnum hæðin, ekki grunnlínan, grunnflötur, þetta er stórt G. Þegar grunnflöturinn getur verið þríhyrningur eða eitthvað annað. En hér er hann rétthyrningur, þannig að hér er þetta 1/3 sinnum 5 sinnum 6 sem er flatarmálið á grunnfletinum, og svo er það hæðin, og nú sjáum þið, nú erum við ekki með grunnlínu hæð hérna niður í grunnlínu þessa þríhyrnings hér, heldur hæð píramídan sjálfs, sem er bara hæðin frá efsta punkti niður í lægsta, og það er 4, og síðan reikna ég bara þetta út. Þetta út úr þessu kemur það bil 40, og þetta eru metrar, þá er þetta rúmmetrar.